Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín er komin góður gestur. Það er Benedikt Kristjánsson, söngvari, sem að mjög margir þekkja og er nú eiginlega heimsfrægur. En hingað er hann komin sem, bæði söngvari og sem skipuleggjandi sumartónleikana í Skálholti, sem hafa nú alltaf verið spennandi, en eru í ár mjög eiginlega alveg sérstaklega spennandi. Þannig að mér langaði eiginlega til að byrja á að biðja þig að segja mig frá þessari stórstjörnu sem eru á leiðinni til landsins. Það er Jean Rameau. Rondeau fyrir ekki, já, við vorum að tala um Rameau. Jean Rondeau, sembaleikari. Já, hann er náttúrulega bara einn færasti sembaleikari í heiminum í dag og búinn að vera að gera rosalega mikinn karriér síðustu ár. Hann var í Skálholti fyrir akkurat 10 árum síðan með Ensemble Nevermind sem að hann er ennþá í sko. Þau eru held í 4 og voru einmitt að spila á Bach-hátíðinni í Leipzig bara í síðustu viku. En hann er síðan þá náttúrulega búinn að gera garðinn frægan sem einleikari og þrátt fyrir ungan aldur búinn að hasla sér völl bara sem færasti sembaleikari í dag. Og af því að hátíðin verður 50 ára í ár þá er gaman að geta sett upp svona heiðurstónleika fyrir stofnanda hátíðarinnar, Helgu Ingólfsdóttur. Og hann kemur og spilar á hennar gamla sembal sem að við vísu fáum lánaðan á hverju ári í ýmis verkefni sko, en þetta er auðvitað mjög sérstakt að hann komi og spili á þetta hljóðfæri og bara þetta er algjörlega einn af hápunktum hátíðarinnar, ef ekki bara allra stærsti hápunkturinn. Og ég var einmitt að spyrja þig hvort það væri ekki orðið uppselt, en þá var nú svarað að það væri ekki hægt að selja upp þar sem það væri bara alveg ópeikis á þessa hátíð. Já, nei, það er bara, hefur verið í 50 ár, þannig gjaldfrjálsir viðburðir og þegar ég tók við þessu fyrir 3 árum síðan þá heyrði ég nú frá ansi mörgum að þetta væri nú eitthvað sem væri nú ekki hægt að halda áfram og mér hefur bara aldrei langar til þess að hætta þessu og mér finnst þetta bara frábært að geta haldið þessu svona. Og þetta er svolítið í blóðinu hjá þér. Þú satt best segja, nú kannski alveg bara uppi að þessi hátíð sé mjög mikilvæg. Einmitt, jú, ég var hana bara frá ég var 5 ára til 13 ára í Skálholti og hvert sumar. Þannig að ég man alveg eftir sumartónleikunum eftir Helgu vel og þannig að þetta umhverfi heillaði mig alveg í barnæsku og ég auðvitað var svo búsettur mjög lengi úti þannig að ég fylgdist ekkert með sumartónleikunum í 15 ár. Þannig að ég veit svo sem ekkert hvernig þetta var mikið eftir að Helga hætti. Ef þú tók mamma þín Margrét Bóasdóttir, tók hún ekki við af Helgu? Nei, sko mamma mín hefur verið í miklum störfum fyrir sumartónleikana, aðalega bara í stjórn sumartónleikana. Já. En nei, hún var ekki með umsjón með hátíðinni. Það voru margir sem að tóku við keflinu en Siggi Halldórs var eiginlega lengst af með umsjón með sumartónleikunum og sellóleikari. Já, og tengdi þá náttúrulega mikið listaháskólan við hátíðina sem er náttúrulega frábært. Menn hafa bara mismunandi áherslur og ég hef líka mínar aðrar áherslur. Er þetta í fyrsta skipti sem þú varst líka með í fyrra? Já, ég er búinn að vera þriðja sumarið sem að ég er að halda utan um þetta. Þannig að þetta er nú ekkert smá sko, og þú sagði mér einu sinni hefði þessi hátíð verið bara í marga daga eða? Já, í gamla daga þá var það bara í 6 vikur sko og þá fyrst þegar Helga var en þá ég held utan um þetta þá voru yfirleitt bara tónleikar helgar og tónlistafólkið var bara í sumum búinum að æfa alla vikuna. Þannig að núna út af mismunandi ástæðum þarf að þjappa þessu saman og yfirleitt er þetta nú bara 10 dagar en ég kom því í gegn, það var ekki auðvelt, að lengja hátíðina núna út af 50 ára afmælinu.
Þannig að núna þetta fyrir yfir 3 helgar og samtals 18 dagar og það 20 viðburðir. Já, þetta engin smávegis og þú ert nú sko söngvari sjálfur og kannski bara svo fýtt söngvari svona á heimsmæli hverða að þú engu kannski minni stjórnstjarna eða jável meiri stjórnstjarna en þessi Jean Rondeau en ert svona vasast í öllu og halda á sembalnum og gera alls konar er það, finnst svona kollegum þínum það ekkert skrítið eitthvað svona þessi íslenski stíla? Ég hef ekkert spurt sko jú, ætli það ekki ég veit það svo sem ekki, þetta eins og þú segir mjög mikið íslenski stílinn sko þetta hefur nú kannski bara svolítið maður verður kannski bara svona sko skilja hverjar væru væntingamanns og ég vissi það alveg frá byrjun að sko taka við svona hlut það þýðir að fórna sér í mörg hlutverk af því að það ekki miklu fjármunir til þess að standa undir þessu það engin innkoma nema bara þau frjálsu framlög sem að fólk hefur áhuga að gefa við dyrnar og að berjast styrki í dag miklu erfiðari en það var áður þannig að ég gerði mér alveg grein fyrir því að ég að fórna mér í mörg hlutverk og auðvitað eru líka til dæmis kona mín gerir líka fullt fyrir hátíðina og mér sér dóttir mín með í einu barnaprófiti og svo þau sem í stjórn sumartónleikana koma líka og leggja hönd á plóg og þetta allt saman sko launalaust auðvitað fæ ég laun fyrir að vera framkvæmdastjóri en fyrir ég ekki að sko láta sumartónleikana borga bensín á bílum minni eða eitthvað svoleiðis skilur og maður verður bara að huga að því að maður sé með ákveðna kostnaðaráætlun sem maður þarf að ganga upp. En þetta svona, ekki menningin svolítið búin til að sko stórum hluta, já ég veit ekki hvort í heiminum en allavega á Íslandi í svona hálfgerðu sjálfboðastarfi og einmitt fjölskyldu og vina svona heildum einhverjum sem að rusla upp svona hátíðum sem síðan einmitt ár eftir ár verða bara þetta verður náttúrulega bara algjör stofnun og ungt tónlistafólk lærir mjög mikið af ekki bara sem áhorfendur heldur einmitt þáttökunni og þetta verða bara algjörar menntastofnanir. Já, einmitt. Sko, ég þekki persónulega góða vini sem eru í þessu jobbi út í Þýskalandi og eru að stjórna stórum hátíðum og auðvitað þetta ekki að bera saman þetta umhverfi þar eru bara stóri bankar sem eru aðal fjárfestar í hátíðum og þá eru þetta náttúrulega bara allt annars konar upphæðir þeir eru risastór fyrirtæki í kringum kúltúr það á Íslandi, ég meina Íslandi náttúrulega bara mjög lítið samfélag og það svo sem alveg eðlilegt að maður geti ekki borið þetta saman en auðvitað meira svona hvað maður að segja, meira gildi í kúltúr út í Þýskalandi til dæmis Þýskalandi nefnum bara Þýskalandi af því að ég þekki það best auðvitað það bara svona mikilvægari partur af samfélaginu þessi kúltúr og viðurkennt að það sé ekki bara mikilvægt heldur bara svona ákveðin reisn í því að setja pening í kúltúr af því að það ekki vond fjárfesting líka það líka það sem að fólk kannski á Íslandi heldur oft að peningur sem fer í kúltúr einhvern veginn sé bara tapaður peningur sem bara alls ekki það að ég sé einhver hagfræðingur en auðvitað það samt þannig og margir hafa líka talað það að til dæmis eins og Lilja Alfreðsdóttir talaði þegar hún var í menningarmálaráðuneyti að þetta ekki slæm fjárfesting og það auðvitað óskandi að þessi raunveruleiki einhvern veginn verði meira til á Íslandi en þangað til þarf maður auðvitað bara að leggja hart að sér og fórna sér í alls konar verkefni en ef maður vill komast áfram alveg sama hvað maður í lífinu þá verður maður líka bara að leggja eitthvað á sig þannig að það svo sem ekki óeðlilegt. Og kannski líka lærdómur það ekki að vera skipleggju, vera beggja megin, vera baksvið og svo leiðis. Það kannski líka reynsla sem að kemur tónlistafólki einhver leiti vel eða hvað getur gert það? Að sjálfsögðu. Og
skilja svona út hvernig þetta búið til allt saman sko, í staðan fyrir að mæta bara á sviði þegar þú færð rétta tónina þá mætir þú eins og stjarna. Já, einmitt. Þarna veistu alveg nákvæmlega hvað þarf að eiga sér stað á undan. Já. Það þarf að flytja allir sér hljóðfæri, þá þarf að gera þetta og senda auglýsingarnar og allt þess til þess að þú getur síðan byrjað á þessu lagi. Nákvæmlega. Já, þannig að þetta svolítið tvíbent til líka og Íslandi hugsa maður að, eins og þú segir, það mætti nú alveg vera fjárfesting og ekki kannski bara fyrirtæki heldur ríkisins líka, mætti nú alveg taka þann séns og ættir umverulega ekki að hugsa það sem neitt séns því að það hefur löngu sannað sig að það eitthvað sem er áframhaldi í þessi tónlistar en kannski svolítið treyst á að íslensk listafólk sé tilbúið til þess að brenna sér svolítið upp að vinna mikið og taka sénsinn á að brenna sér upp kannski má segja frekar þannig. Já, ég skil gott við, það er samt hægt að hafa sko báða hluti í gangi, þú getur haft rosalega duglegt fólk sem er afkasta mikið og gerir mikið en svo getur bara líka stutt það og mér stilum þessi algjörlega til fyrirmyndar hvað ef við tölum bara svona söngfólk af því að það er mér næst að hvað Óður og Kammeróperan eru búin að vera að gera flott óperustarf og meðan það er og íslenska óperan hefur verið lögð niður og ennþá er verið að ræða hvort að þjóðaróperan rísi þá er þetta bara það er svo til fyrirmyndar að sjá hvað þau eru búin að vera leggja hart að sér að halda þessu á lífi og að sjálfsögðu á að styðja fólk sem er duglegt bara og það finnst mér bara svona frekar Já, þannig að þetta fer saman einmitt. En áður en aðeins spyrði betur út í dagskrá sumartónleikana í Skálholti og aðeins ræða meira hann þarna sembaleikaran sko, þá langar mig fyrst þú ert komin hingað til að spyrja þig þinn feril, sko, er það ekki einmitt mjög mikil vinna svona að halda við, þú slærði, ég var nú vitna því helt svona tónleikarnir í Hallgrímskirkju þegar þú syngur í Jóhannesar Passíunni, er það ekki? Jú. Og söngst Guðspjallamanninn. Já. Og það svona hvað við nýjan tón, ef svo að segja, nota þá klísu, maður fann alveg þarna mjög svona, það var einhver svona sannur og mjög fallegur tónn í Guðspjallamanninum sem þú söngst og síðan fórstu bara eiginlega dálítið, hefur ekki verið síðan þá bara eiginlega feta þig svona, þú hefur verið mjög virkur og tekið þátt í mjög svona virtum tónleikum og projektum og gefið út plötur og... Jú, þetta gekk ágætlega vel hjá mér og heldur áfram að ganga vel. Ég vinn auðvitað mest megnis utan landsteinana ennþá og ég meina að sjálfsögðu það mikil vinna. Ég auðvitað fattaði bara mjög snemma eins og þú segir, ég var 23 ára þegar ég söng þessa tónleika í Hallgrímskirkju. Ég fattaði mjög snemma hvar eru mínir styrkleikar rallega séð og hélt bara áfram að vinna í því og ég var líka mjög heppinn að vera bara í því söngnámi í Berlín með kennara sem var líka góður í þessu og vera í umhverfið þar sem að það var enginn að mæla með því að ég væri að reyna að gera allt. Það var enginn að henda einhverju Puccini-arju í mig. Það voru allir meðvitaður að ég er ekki með röddin í það. Þannig að ég náði bara að vinna á mínu afmarkaða sviði. Þú ert nú samt svolítið frægur fyrir að hafa sungið sko alla Jóhannesar Passíunir, ekki? Sko allar rattinnar, það var svolítið svona fyndin hugmynd. Já, vissulega og það er auðvitað sko ef maður þorir að fara út í eitthvað svona svolítið brjálað og það hefnast og maður fær rétt plattform til þess að kynna það sem er náttúrulega líka mjög mikilvægt. Þannig að ég var líka heppinn að fólkið sem var í kringum þetta prójekt var fólk sem hafði mjög mikil sambönd í Þýskalandi þannig að við náðum að sko selja þessa hugmynd til bara út allt í Þýskalandi og alls konar festival sem vildu fá þetta verkefni og þá þarftu náttúrulega að vera með þetta var bara maður sem stjórnar öðru festivali sem að virka bara eins og umboðsmaður verkefnisins þannig að það er líka mjög mikilvægur þáttur.
og að velja, eins og þú segir að þá sétt ekki fara að stökkva yfir í að syngja Puccini og þannig að þetta nú svona já, þetta náttúrulega heilmikil vinna að halda við, búa til þennan frama eða karriér sko, og velja rétt, það ekki, verði ekki bara ef þú slærið gegn 23 ára verði þá ekki bara eins og ykkur trúður líka og hérna Já, það auðvitað maður þarf að vera meðvitaður hvernig sko maður einhvern veginn út á við sko, það alveg rétt auðvitað hef ég mest megnis verið að syngja í þýskumælandi löndum og ég ólst upp að hluta til í Þýskalandi þannig að ég tala svona tiltölulega svona, hvað ég segja bara svona þýsku eins og þjóðveri það hjálpar líka alveg mjög mikið sko það þannig og ég til dæmis hef alveg sungið líka frönsku og ég elska franska baroktónlist en ég alls ekki nú góður í frönsku til þess að tala svona við fólk og það aftrar mér alveg og mér finnst það leiðilegt þannig að ég alltaf svona einhvern veginn ok, núna tek ég frönskuna og svona ég sé ekki bara svo situr maður á veitingastað og maður bara að tala allir svo hratt og með mismunandi máliskum og maður á ekki séns þannig að þetta ákveðin partur sem er mjög mikilvægur Það byggja alveg upp líka og þú ert á barokktíman þannig að þá það raunverulega bara það heill heimur náttúrulega og margir heimar inn í þeim heimi þannig að það alveg endalaust eiginlega bara lífsverkefni að kynnast þar bara að dýfka þann einhvern veginn tón það ekki inn í þeim heimi eða hvað? Jú, sjálfsög og svo eins og bara ég löngu hættur að vinna með umboðsmönnum sko og þannig ég ger líka bara allt sjálfur hvað var að minn eigin feril núna rétt eins og með tónleikana. Af hverju ertu hættur því? Var það eitthvað svona Ég bara sko, já ég kannski bara kynntist aldrei rétt á umboðsmönnum, ég held að það sé bara máli. Nei. En já, mér fannst þetta bara mér fannst þetta bara ófullnægjandi samstarf svona ef ég var að setja það bara í einu setningu og þannig að ég bara held utan mína kontakta bara eins vel og ég get og reyna að afla með nýjum en ekki að svona fara gera sömu vitleysuna og Elvis Presley til dæmis þá. Nú ekki kunnur Nei, sem var hérna umboðsmaðurinn fór svo illa með hann. Já, ok. Já, svona það geta náttúrulega einmitt verið ef þú treystir eða skrifar undir, lest ekki smáletrið og svona. Já. Hann var svolítið hann brendi sér svolítið út því hann hefði gert eitthvað samning held ég að syngja á okkur hóteli. Já, ég skil. Já. Nei, þetta erfitt sko með traustið sko og það erfitt ef einhver að sko tala, skrifa, e-maila fyrir þína hönd og kannski þú veist, semjum eitthvað sem að þú hefði kannski ekki áhuga að semja sko og þá verður þetta einhvern veginn svona skringilegur sko milliaðili þannig að þú maður þarf bara að hafa traust það bara lykilatriði í þessu og ég hef ekki ennþá kynnst því Nei. En mér finnst það allt í lagi sko Þú ert ennþá í þessu að svona einmitt að það sé betra bara að gera það þá sjálfur og Já, það náttúrulega kannski bara mitt gera það frá grunni, það svolítið þannig líka ekki þá svona, fylgjast með vita alveg nákvæmlega hvernig það gert og þannig Einmitt. En viltu segja okkur aðeins betur frá hátíðinni sko, hann kemur þarna 4. júlí eða hvað? 5. júlí eru tónleikarnir með Jean. Já, ok, Jean Rondeau. Já, hann sem sagt, menn geta kannski fundið hann á netinu, hann kom fram á sjónarsviðið svona að hann var með silfur armbönd og mikið hár og mikið skegg og spilaði svona voru tekin flott vídeo af honum þar sem hann var að spila á svona einhverja flotta sembala, ég mani sérstaklega eftir Scarlatti, þar hann var að spila Scarlatti alveg með rosalúm, þetta var svona mikið rock, eða svona mikið eiginlega þungarokk sko og svona mikið líkamstjáning og þannig að hann, en svo sér maður að núna, hann hefur nú þroskast svolítið og bara mjög flottur karakter. Já, maður alltaf í einhvers konar þróun, eða vonandi allavega, þannig að hann bara alveg ofboðslega spennandi tólkandi á þetta hljóðfæri og
þetta bara algjör veistla að hann sé að koma. Ok, og veistu hvað hann ætlar að spila? Já, hann bara með franskt prógram, þannig að það Couperin og Rameau og Lully og já, bara mjög spennandi. Ég veit ekki hvort hann hafi, ég held að þetta sé bara nokkuð nýtt prógram hjá honum, sko. Þannig að maður verður bara að mæta þarna bara, sko, ég vil bara eins og fara í röð, bara vera með nesti í röð til þess að komast inn í kirkjuna, hugsanlega. Ég veit ekki, það var í gaman. En já, það bara, þetta mjög spennandi. Alveg vitlaust hjá mér að vera að auglýsa þessu tónleika hérna. Nei, þetta veit maður sem flestir njóti góðs af þessari hátíð og þessi hátíð sem stór merkileg. Alltaf, maður hefur nú farið þarna oft í gegnum tíðina í gamla dag og þetta var alltaf alveg svona alveg nýr tótt sem að maður heyrði, sko. Það mikil metnaður þarna, þetta ekki bara einhverjir tónleikar. Jó, einmitt, og svo ekki skemmir að hversu góður hljómburður í kirkjunni. Já. Það náttúrulega að mínum að allavega sá besti á Íslandi bara. Þannig að það er mikil unun að hlusta þar á barátttónlist. Og hvað meira á dagskrá? Já, sko daginn eftir tónleikana með Jean Rondeau eru 2 mjög flott verk á dagskránni sem eru bæði fyrir a cappella söng. Það Jóhannes Passia Heinrich Schütz sem hefur aldrei heyrst á Íslandi, sem sem sagt samin rúm 100 árum fyrir Jóhannes Passu Bachs. Ég hef aldrei heyrt á hana minnst eins og. Nei, mitt, og það sem sagt sko kór sem að ég bara stofnaði þegar ég tók við hátíðinni sem heitir bara Kammerkór sumartónleikana. En svona flestir, það eru bara 7 manns í þessum kór í ár, en flestir sem eru núna í kórnum koma úr röðum Kammerkórsins í Dresden. Og Kammerkórn í Dresden hefur nefnilega staðið að upptöku af öllum verkum Heinrich Schütz. Þannig að þau eru mjög sjóuð í þessari tónlist. Ég hef sungið þetta verk einu sinni, það fyrir mjög mörgum ára síðan, og þetta bara Passia, en hún bara fyrir söng, engin hljóðfæri, og þannig að öll sko tónles, öll restatíf eru bara eins og Gregor söngur, og það er ekki sko taktstrika eða nótnagildi, það eru bara svarti punktar á blaðsíðunni, þannig að þetta sko, raun og verður þetta frekar sko minimalist, þannig séð að túlkandinn fær mjög mikið frelsi, að þú bara ert með texta og þú ert bara með þessar nótur, en það undir þér komið að ákveða hvað sterkt, hvað veikt, hvað langt, hvað stutt. Þannig að það er mjög spennandi að takast á við svona rosalega gamla músík. Og svo á sömu tónleikum frægasta Messa Palestrina sem hefði fagnað 500 árum í ár, hefði hann verið lifandi. Og það Missa Pape Marcelli sem langfrægasta messan hans, sem ógnarstórt verk. Bæði verk eru bara hálftími, sko, þannig að þetta er rosalega metnaðarfullt. Þetta mjög metnaðarfullt, ég veit það, og þetta svona tónlist líka sem bara sniðin af Skálholtskirkju. En gaman. Já. Þannig, en sko Palestrina, það stærri, það náttúrulega fleiri þar. Nei, við erum bara 7. Og þið eru bara 7 líka Já, það? Það bara einn á rödd, sko. Já. Þetta bara mjög lítið og það raun og veru bara síðasti partí messunar sem 7 radda, annars þetta yfirleitt 6 radda. Já. Þannig að þetta alveg það, og þú ert þannig að þú ert semst alveg nóg að gera líka í því að æfa þetta upp. Já, þetta svona tónleikarnir sem ég að gera mest á, annars náttúrulega fullt af frábærum tónleikum sem ég bara að mæta og það einmitt gaman af því að við erum með svona, það svona aðdragandi að tónleikum Jóns, því að það náttúrulega einleiks tónleikar, þannig að ég ákvað að skipuleggja svona einleiks tónleikaröð og þá eru frábærir íslenski tónlistamenn sem að koma og það Björg Brjánsdóttir sem að með einleiks tónleika á flautu, meðal með mjög marga frumflutninga eftir íslensk tónskáld. Svo Geirþrúður Anna Guðmundsdóttir cellisti, alveg bara frábær cellisti, að spila Bach og verk eftir Guðmund Hafsteinsson sem mitt pabbi hennar.
og svo Pétur Björnsson sem fyrirleikari sem verður með barokktónlist og nútímatónlist á fiðluna og svo endar þetta á Sjón sem kemur með kirsuberið á tertuna. Ok, þetta þessi dag eftir dag? Já, þetta er frá miðvikudegi til sunnudags þá. Getur aðeins svona bara til að reyna að ná þessum tölum inn svona hvaða dag byrjar hátíð? Næsta laugardag, 28. júní og þá er verk eftir staðartónskáldið í ár Sigur Sævarsson og þá það Kantok Ensemble og Korto kvartettinn sem leiða saman hesta sína í hans verkum. Eitt verk er reyndar bara án undirleiks, bara Kantok Ensemble og svo er verk fyrir sem sagt kór og kammersveit og tenarsólista þar sem ég er líka þar. Já, svo koma þessir einleikstónleikar og endar á Sjöts og Palestrína og svo vikuna eftir það koma fasta gestir sumartónleikana, það er hljómmeiki kórinn hljómmeiki sem hefur verið þetta bara í áratugi gestur sumartónleikana og ég sagði í viðtali við Morgunblaðið daginn að þetta er bara svona þegar maður heldur upp á 50-afmælisveislu þá býður maður auðvitað bara því fólki sem maður er búin að vera mest í kringum. Já. Og þannig að mér fannst mjög vel við hæfi að hafa hljómmeiki á þessu afmælisári og það er einmitt mjög margir frumflutningar frá íslenskum tónskáldum og svo er Nordic Affect sem kammerhópur sem hefur líka verið mjög oft á sumartónleikunum líka með mikið af frumflutningum og það er bara gaman því að sumartónleikarnir hafa auðvitað staðið að svo mikill stuðningsvinnu við íslenska tónlist að það er að vissulega staðartónskáld fyrstu helgina en svo eru bara endalaust margir frumflutningar núna sem er bara svo frábært. Já og svo er síðustu helgina verður svo flutt óperan Dido og Eneas eftir Henry Purcell og hún er svona hálf sviðsett og það hefur líka ekki verið gert áður á sumartónleikunum. Þannig að það er svona maður bara fara að skæla þetta er svo svakalegt prógram. Já, þetta er mjög mikið prógram og þetta er svona tilfinning, þetta fer nú allt inn á einhverja mjög svona fína tilfinningu. Já. Öll þessi verkar ekki. Þetta er eitthvað svona hvernig myndur lýsa því á hvaða tilfinningarófi Já, mér finnst bara gaman að það er svo mikið af undirstöðu sumartónleikana. Það er barokktónlist, það er ný íslensk tónlist og það er bara mjög mikil að bara blanda á nánast hverjum tónleikum á þessum hlutum og enda þetta svona á hálfsviðsettri óperu finnst mér náttúrulega mjög grand endir og barokkbandi Brók og frábærir íslenskir söngvarar sem ég valdi líka sérstaklega út af þetta er barokk söngur líka og þá þarf maður líka reyna að finna léttari raddir segi ég bara ég er þar bara í kórnum kórnum sem er bara kvartett en ég reyndar að leikstýra þessu líka og bara já, ég bara signi mig núna ég hef náttúrulega aldrei gert það áður þannig að En þú hefur það nú kannski í blóðinu líka, er það eitthvað svona? Nei, alls ekki þannig að við sjáum bara til hvernig það fer hjá mér en þetta er náttúrulega frábært tónlistafólk og við ætlum líka að breyta uppröðin í kirkjunni aðeins þannig að leið og áhorfendur labba inn þá er strax komin önnur tilfinning fyrir rýminu og þetta er bara mjög spennandi og eins og ég segi hvar getur maður farið á óperusýningu sem maður borgar ekki einu svona inn á mér finnst það náttúrulega bara eitthvað sem ég er kannski mest stoltur af að geta virkilega haldið þessu svona og það er hugsjón svona þannig að það sé opið fyrir einhvern veginn almenning allir þá sem hef ekki efni á að kaupa sín á fínustu tónleika og svoleiðis. Já, nákvæmlega, mér finnst þetta bara rosalega falleg hugsjón og vil algjörlega halda þessu til streitu og að því minnist á að því eins og ég segi þekki líka aðra sem að stjórna stærri festivalum úti að þetta er ákveðin pæling sem að er í gangi hjá öðrum líka að fólk sem sagt bara gefi frjálsframlög í staðan fyrir að kaupa miða og þetta er svona á tilraunastigi ennþá en þetta er
náttúrulega í Skálholti bara 50 ára hefð, þannig að mér langar ekki að vera gæinn sem að brýtur þessa hefð, mér langar frekar að vera maður sem að næra að halda þessu streitu. Og þetta ekki bara hluta þessari þessi merka menningarfyrirbæri sem að sumartónleikarnir í Skálholti eru, heldur líka kannski líka eitthvað staðarandinn, þú veist, Skálholtskirkja eða svoleiðis, Já, algjörlega, og árum áður var alveg bannað að klappa í kirkjunni sem að mér finnst mjög sjarmerandi, og ég man eftir að ég hlustaði á mína fyrstu hámálmessu Bachs í þessari kirkju með mótkornum og Herði Ásgrímssyni, og það var ekki klappað, og þetta mér mjög minnislegt hvað þetta var sterk upplifun. Mér finnst allt í lagi að klappa í lok tónleika í dag, og það var ekki mín hugmynd að hætta þessu, en það ákveðin svona virðing og það svona mikilvægar hefðir bara sem tengjast Skálholti. Eins og kyrrðardagar já, þeir eru reyndar ekki lengur sko. En jú, ég þoldi ekki kyrrðardagar sem barn sko. Það var að leiðilegast sem ég lendi í, út að leika og alltaf vera að sussa á mann, kyrrðardagar, nei. Núna náttúrulega sé ég alltaf í ljósi sko. En það svolítið álag fyrir börn að vera að kyrrðardögum. Já, það ekki barnvænt sko. Nei, en myndur þú bjóða þínu barni upp á slíkt kannski? Nei. En allavega það býður upp á þetta metnaðfulla tónlistarprogram. Já. Og þannig að þú ert líklega svona í vinnunni alveg svona allan sólarhringinn. Mjög. Þakka þér fyrir að koma hérna að hinga að Rauðaborðinu. Takk hérlega fyrir að bjóða mér. Benedikt Kristjánsson, söngvari og hvað ég var að segja, bara skipuleggjandi eða forsvarsmaður eða yfirkokkur hérna, eitthvað svoleiðis bara. Sumartónleikana í Skálholti og náttúrulega þáttakandi líka. Já. Og ég bara virkilega vonast til þess að ég og fleiri komust þarna á tónleikunum og gangi allt vel, og takk fyrir að standa í þessu öllu. Já, takk. Frumkvöðulega starfi alveg hreint, halda því áfram. Já, mín ánægjan bara. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur, og bara held að hljómið svona hérna barokk tónar og sembal tónar kannski undir spjallinu. Ég þakka Laufey Líndal fyrir að vera með okkur á tökkunum og fyrir frímínútur. Segjum þetta gott í bili og heldum áfram hérna við Rauðaborð eftir smástund. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.